Maria nýsköpunarfyrirtæki í grunninn, þannig að við erum að þróa lausnir til þess að tækla plastvandamálið. Við upplifum það öll heima hjá okkur þegar við erum að taka matvæli úr pakningum, hvað það laumast rosalega mikið af plast og þá sérstaklega plastfilmum inn í heimili til okkar eftir hverja búðarferð. Með því að koma með staðgengil plast, þá teljum við vera að hjálpa við að leysa þetta vandamál. Varan sem við erum að þróa í samstarfi með Elgalíf í rauninni í vökvaformi. Þannig að við búum til spray úr þessum lífmassa sem sprayað eða húðað ofan á matvæli og þar eftir að hún þornar þá myndast þessi náttúruleg filma sem hættir annaðhvort að borða eða skóla af. Hún að verja matvæli, hún stjórnar raka á yfirborði og í rauninni framlengir geymsluþol á vörunni á svipaðan hátt og plast gerir. Þetta spray sem við erum að þróa hendar sérstaklega vel fyrir grænmetið og ávextir. Og þetta búum við til einungis úr afgöngum Elgalífs. Og við framkvæmdum kortlagningu á fyrirtæki hérlendis sem nýta annað hvort þar eða þörungar í sínu starfsemi eða í sínum vörum eða ferlum. Og þannig komumst við auga á tækifæri til þess að fara í samstarf með Elgalíf. Elgalíf líftæknifyrirtæki sem framleiðir astaxantín úr örþörungum. Astaxantín fjölvirkandi andoxunarefni sem hefur jákvæð áhrif á hjarta, æðakerfi, vöðva, liði, heila, augu og svo framvegis. Við framleiðsluna okkar á astaxantíni þá verða til 2 úrgangsefni ef svo má segja. Annars vegar súrefni sem við höfum nú ekki miklar áhyggjur af og hins vegar afgangslífmassi. Elgalíf fyrirtæki sem leggur mikla áherslu á sjálfbærni. Þess vegna mikilvægt fyrir okkur að eiga í samstarfi við fyrirtæki eins og Maria því við viljum að hringrásarhugsunin sé alltumlykjandi í okkar starfsemi. Maria að vinna nytsamleg efni úr afgangslífmassanum okkar sem að við teljum að geti verið gott fyrir Maria, gott fyrir Elgalíf og gott fyrir umhverfið. Þróunin á vörunni hafin og hún gengur mjög vel og við teljum að það alveg allavega ár eftir vinnu og þannig að við reiknum með að varan sé komin á markaðinn kannski eftir árið eða 1,5 ár fyrir eftir því hvernig gengur að fjármagna til dæmis framleiðslutækinu og slíku. Það sem okkur finnst svo áhugavert líka með þetta samstarf að við höfum verið að þróa þaraplast sem lífplast úr þara en þessa vöru, hún ekki lífplast. Hún í rauninni bara húð sem myndast náttúrulega ofan á matvæli. Þannig að með þessa þróun erum við verulega fullnýta auðlinda, fullnýta þessum afgöngum. Okkur þykir sérstaklega vænt það að hafa hlotið Bláskilina árið 2022 út af því að vera sproti mjög erfitt og þá sérstaklega sproti í nýsköpun. Það peningar já en líka tími, streita, svefnleysi, óvissa og svo framvegis. Þannig að það að fá hvatningu frá stofnunum sem á bak við Bláskilina og fagfólkinu sem tók þátt í dómnefndinni, það afar þýðingarmikið og það segir okkur að við erum allavega að vinna í rétta átt.